Sæl og blessuð elskurnar. Núna ætla ég að leggja hérna gamalkunnan lögn sem kölluð keltneski krossinn. Fer kannski aðeins út úr myndinni. Það allt í lagi. Ég reyni að safna þessu svona innan rammans eins og ég get. Það sem ég finn fyrir hérna afsökunarbeiðni. Það manneskja hérna sem að þiggja eða veita afsökunarbeiðni. Það einhver hérna sem fær afsökunarbeiðni. Fyrir ekki við ruglingin, þetta bara stundum svona. Og sú manneskja sem að koma með beiðnina á mjög erfitt með að afhenda hana. Svo ekki síðan meira sagt. Það búið að vera limbo. Það búið að vera bið og tími þar sem að engin samskipti hafa verið á milli þessara einstaklinga og mikil þolinmæðisvinna sem að búin að fara fram á undan þessu sem að þarf að biðjast afsökunar á. Það hins vegar, málefni sjálft hins vegar í fortíðinni og ekkert verið að leggja áherslu á það hér svo sem, en það að fólk standi fyrir máli sínu og taka ábyrgð á sjálfu sér. Það það sem mikilvægt hérna. Fólk hérna svolítið á öndverðum meiði varðandi ýmislegt og ég sé hérna samband tveggja einstaklinga sem ekki sem dálítið stirt, skulum við segja. En framundan hnútar að leysast og koma hérna inn af miklum krafti breytingar sem að fela í sér alls kyns lausnir og málamiðlanir og svona veita byr undir báða vængi. Það mikilvægt að tala skýrt, tala út hlutina og tala skýrt og segja það sem í brjósti býr, en síðan jafn mikilvægt að þegar að það búið og gert, að það sé síðan látið niður falla. Það að koma hérna inn tími mikillar gæfu og mikil falleg heilun sem að verða hérna varðandi þetta og þeir vilja fókusera svolítið á að báðir aðilar haldi samskiptunum opnum eftir að þessi hnútur eða hnútar leysast.
Ég sé hérna bara að það sem helst svona áhyggjuefni í þessu máli að það verði lokað á samskipti sem ekki gott ef af því verður. En ég held að þurfi ekki að óttast það. Mér sýnist samskiptin ætla að breytast til hins betra. Þeir sem hafi horft á myndbandi mín, þeir kannski eru farin að svolítið að sjá ákveðið þema í þessum lögnum. Það mjög mikil áhersla á samskipti á milli fólks. Og þetta bara eitthvað sem mjög mikilvægt núna ábyggilega við á fleiri stöðum, eins og bara í þjóðfélagsmálum og ekki bara milli tveggja einstaklinga. En það sem í mikróinu, það oft í makróinu líka. Þannig að það sem birtist í svona einni lögn fyrir, segja 2 manneskjur, gæti þýtt í raun og veru, eða ég gæti sem sagt lagt sömu lögn þar sem það væri verið að spyrja fyrir heilt fyrirtæki eða jafnvel heilt bæjarfélag. Skiljið hvað ég á við. Það eru sömu öfl að verki í báðum tilvikum, hvort sem að ræða bara fáa eða marga. Hér verður svona aukinn kraftur og þróttur, svona svolítið lykilorðið þegar að þessum hnút lýkur, þegar að hann leysist. Það verður í raun og veru höggvið á hann. Oft það eina leiðin til að leysa hnúta. Og samskipti munu flæða betur heldur en áður. Og málefni sem að koma upp eftir þetta, það verður tekið á þeim af festu og sanngirni og þau verða ekki látin svona, hvað ég segja, þau verða ekki látin liggja þannig að það fari að grafa í þeim. Það að tala hérna sár sem að fyrir að grafa í ef ekkert að gert. Ok. Þetta var nú svona frekar stutt og laggott. Að kippa hérna einu spili á þetta. Það einhver hérna úti sem að á þessa lögn. Og það þakklætið sem að lokaspilið. Þakklætið fyrir allt sem þakklætið fyrir allt hið góða í okkar lífi. Þetta við þakklætið fyrir að þetta mál leysist. Það má þakka fyrir góð samskipti. Og svo má vel vera að málið sem að liggur hérna undir sé þess eðlis að ástæða sé til að þakka fyrir það sérstaklega. Það annars þannig með þakklætið að það oft gott að þakka bara fyrirfram. Fyrir hluti áður en þeir koma til manns eða áður en þeir birtast. Það getur bara haft mjög góð áhrif, mjög góð fyrirfram áhrif. Og eins og þið sem hafi til dæmis lært reiki, þegar maður sendir reiki á ákveðna aðstæður sem að maður síðan að fara að taka þátt í, eða á ákveðin stað til að
koma svona góðu orkuflæði af stað inn í hlutina áður en að maður í raun og veru mætir. Þannig að það er mjög gott að muna það varðandi þakklæti. Þakka fyrir óorðna hluti. Og sumir segja að maður eigi að byrja daginn á þakklæti og enda daginn á þakklæti. Það er mjög fallega að hugsa. Þá ætla ég að þakka með þakklæti fyrir mig og þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa. Ljós og kærleikur.